Góðan daginn, sjómenn góðir, og til hamingju með sjómannadaginn 2019. Og nú förum við í smá ferð sjóveginn með ykkur. Gjörið þið svo vel. Sjómannadagurinn 2. júní 2019. Aðdragandi sjómannadagsins. Segja má að sjómannadagurinn eigi sér nokkurn aðdraganda því að frá upphafi 20. aldar var til síðs í kirkjulandsins að vera með sérstakar sjómannamessur áður en þilskipi héldu til veiða eftir legu yfir veturinn. Messur þessa fóru fram í byrjun febrúar og á 3. eða 4. sunnudegi eftir 13. Af þessu má sjá að í nokkun tíma hafi menn beint sjónum sínum til sjómannastéttarinnar með, má segja, umhyggju. Þetta ekki undrunarefni horfandi til allra þessara manna sem gegnum tíðina hafið hefur gleypt og flestir enn í blóma lífsins, hörmulegt. Allir sem kynna sér máli sjá gagnsemi þilfar skipa eftir að þau fara að koma og menn að nota þau hér við land. Komi sjór og þilfa fer hann eftir gólfinu og rennur aftur út landsportinn án þess mögulega að valda neinum skaðan í setja skip og menn í hættu eins og gæti hafa gerst væri opinbát að ræða.
Í slíkum tilvikum var ekkit neitt annað að gera nema að grípa til austur trogsins og ausa sjónum út. Lífið sjálft var að tefla á austurinn eina í stöðinni fyrir mennina í bátunum. Þilfarskipin. Þilfarskip eru skip með dekki, gólfi, eftir sér endilöngu frá skuti til stefnis. Þilfarið býr til holrúm, flotrúm, undir sem ýmislegt má nota til. Þar eru mannaíbúðirnar hafðar. Þar er líka lestin sem ver farmir gegn ágangi sjávar og þar búa kallarnir á meðan þeir enn eru borð og geta haft við þurrir og lagst til hvílu í kojum og hvílst þegar upp og er boðið. Þilfarskipin buðu aðstöðu til matseldar og mannskapnum heitan mat að borða sem skrínukostur náðu sá að gera sem etin var á þóttu bátsins undir berum himni. Með þilskipunum var til staða kokksins eða ráðið var til verkefnisins að elda ofan í áhöfnina. Það var sín bylting borð í skipunum sem vert að veita athygli, trúið þessu. Aðstæða gerbreytist borð í þilskipunum frá því sem var í opnum árabát og liggur fyrir. Samt var það ekki fyrir á 19. öld að farið var að markja að notast til þilskip á Íslandi. Kútterarnir voru allir þilfarskip. Lög sjómannadaginn frá árinu 1937. Fyrsti kafli, nafn ráðsins, félagssvæði og tilgangur, grein. Félög sjómann á höfuðborgarsvæðinu mynda með sér fulltrúaráð. Nafn þess er sjómannadagsráð. Heimili og varaþing sjómannadagsráðs og fyrirtækja þess er í Reykjavík. Grein. A. Sjómannadagsráð hefur með höndum hátíðahöld sjómannadagsins ár hvert í samræmi við stofnskrá sjómannadag frá 1937 og lögum sjómannadag nr. 20, 26. mars 1987. Við tillögum sjómannadag skulum meðal annars eftirfarandi markmið höfð að leiða ljósi. Að stuðla að því að sjómannadagurinn skipti verðugan sess í íslensku þjóðlífi, að efla samhug meðal sjómanna, hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar og stuðla að nánu samstarfi þeirra. Að heiðra minningu látinna sjómanna, að minnast þeirra sjómanna sérstaklega sem látist hafa við störf sín. Að heiðra fyrir björgun, mannslífa og farsal félags- og sjómannastörf. Að kynna þjóðinni áhættusum störf sjómanna og mikilvægi starfan í þágu þjóðfélagsins. Fyrsti sjómannadagurinn haldinn. Frá árinu 1938, 7. júní, fór fram fyrsti sjómannadagurinn og var hann haldinn í Reykjavík og á Ísafirði. Aðrir útgerðarstaði voru ekki með hver sem ástæðan er. Öllu svona tekur tíma að vinna sess. Sjómannadagurinn í frídagur allra vinnandi sjómann á Íslandi. Hann hefur verið settur í flokk með hátíðisdögum og var haldið upp á hann sem slíkan. Til að byrja með var dagurinn meira fyrir sjómenn og fjölskyldur sjómanna en varð með tíð og tíma almenni segn, ef svo má segja, sem allir sem vilja geta verið þáttakandur í og ekki bara sjómenn. En að þessu hlaut að koma og er rökrétt framhald lögbundinna hátíðisdaga. Áaldur hvort til að byrja með þannig hafi þetta verið hugsað en vitað með þessum hætti þróuðust mál. Og er svo sem ekki alveg nýtt að nálinni því sama gerðist með frídag verslunumanna sem haldin var í byrjun ágústmánaðar ár hvern. Gott betur vesturlandafólk er í fríi þennan dag og meira á meina allir landsmenn sem margir hverju vinda sér út fyrir bæjarmörk heimabyggðar sinnar og koma saman á einum og öðrum stað og mynda á sömu stöðu mikinn hóp drukkins og hávaðasams fólks. Sjómannadagurinn í verki. Annað gildir blessaðan sjómannadaginn. Á honum sést vart vín á nokkrum manni á meðan dagskráin stendur. Á sjómannadag er fólk flest prúðbúið og stilt og komið til að sýna sjálfa sig og sjá aðra, sem þó gilti meira fyrir tíma sjónvars, tölva og snjallsíma og allra hæginda dagsins. Sannleikurinn er að vildu menn hitta aðra á upphafsárum sjómannadagsins var eitt að ræða. Klæða sig upp og leggja land undir fót og tveimur jafnfljótum. Allt svona er aflagt og aðrir síðir tekni við.
Hvort þetta er betra eða verra verður ekki metið hér. Ódrukknir og sjómannadag. Ódrukkin skýtur svolítið skökku við sjómenn ber á góma og meira við sjómenn fyrri tíma en nú gerist og er fyrir einhvern öfugsnúin málflutningur, vitandi sem að í eina tíð voru sjómenn orlaði fyrir drykkjuskap í innuverum og þekktir af slíku. Stáast þeir enda oft valtir á fótum halda til skipa sinna á brottfara tíma með sjópokan í hendinni. Meira þó togaramenn en bátakallar. Samt var það svo komað þessum sérgerða frídegi sjómannadeginum að sama og ekkert bara áfengisneyslu sem að vissan hátt eru þau þessu öfumæli og eða skemmtilega þetta atriði dregið fram sjómannastéttina og einnig merkilegt að hafi verið. Ekki verður neitt annað sagt. Munum allt svona lagað mjög breytt átt við ölfun. Samt þetta sannleikur að saga sjómannadagsins ekki merkt sérstakri ölfun þó hluti sjómennskunnar sé það. Hvort sem umfjöllin sanngjarn ekki að þá var samt mórallin hjá landfólki mikið svona stéttina bara á góma og margir svo sem vörðu og sögðu þó blessað ekkert meiri fyllibittur en fólk í land væri. Sjómenn væru bara fullur á öðrum tíma vikunar. Það í grunninn samt bara hártoganir og punktur og eftir. Þeir sem eru eldri og muna lengra vita þetta með framkvæmd sjómannadagsins án þess kannski hafa veitt þessu þætti athygli. Í sömu pælum við ekki. Líkleg skýring á þessu að dagskráin hefur frá fyrstu tíð farið fram snemma dags og staðið eitthvað fram eftir sjómannadeginum. Sjálfsagt hefur verið annað upp á teiningnum líða tók á kvöldið. Hjá minnst að kosti sömum sjómanninum að ekki sé talað líða tók á nóttina. Ölið kneypt í landlegum. Því samt ekki að leyna að talsvert var kneypt á ölið á sjómönnum í landi og rottið fyrsta sem kom upp í huga mannskapsins skipilágu bundið við bryggju í brælum og menn fjarri sínum heima högum. Fyrsta hugsun marga var að fá sér áfengi, ná sér í áfengi og gera ráðstafun til að komast yfir áfengi þar sem við var komið og ekkert ríki á staðnum. Þessu mættu menn með póstkröfum sem lágu á pósthúsunum og býðu áhafna bátana og fyrsta verk liðsins að skunda léttvættir þangað upp eftir og greiða tíða póstkröfu og fá afhenda yfir afgreiðsluborðið. Þeir þyrstustu býðu ekki með að opna pakkanum borð heldur unnu verkið inn í sjálfu pósthúsinu. Samt að lítið að menn væri drukknir út á sjó á hvort sem var bátum eða togurum. Það þeirri til undatekninga og var ekki hið almenna, en var þó líklega misjafnt milli skipa. Hallaristími togara útgerðarinnar. Á hallaristíma togarana þegar oppi íslenskra sjómann hélt sér við síldviðarnar og erfiðlega gekk að manna togarana, að þá stundum var áfengi beita á menn, oftur utan staðinni sem sjómenn gjarna sóttu og skipstjóri í mannahallari kom á og lokkaði til sín með flöskunu að vopni. Og þeir sem bitu á var samsötti skuttlaðan borð og slóust í hópin sem þar var fyrir, einnig að sumbli. Eftir tiltekinn tíma voru landfestar leystar og hélt skipi til veiða en stoppaði á leiðinni til að rynni af kollunum. Þessi saga vel þekkt og geta margir eldri togarasjómenn staðfest hana og hefur sumt af þessu fólki í sína eigin reynslu. Suma togaramenn sem þóttu sopin góður sá maður sem krakki og unglingur í Hafnarfirði aldrei öðru sem drukkna og kynntist ekki edrú fyrr en heldur maður sjálfur hóf að starfa á þessu skipum. Þó ástand þeirra væri með þessum hætti í landi, létu þeir áfengið alveg eiga sig á meðan veiðarnar vörðu. Má þeir segja að nokkur regla hafi verið óröglunni hjá þeim. Fullir í siglingunum. Annað því miður gilti oft siglingar togara að á heimleiðinni vildi bera á nokkru drykkju og maður eftir svoleiðis á heimsiglingum þar sem meginpartur liðsins var undir áhrifum og líka hinum ferðunum þar sem enginn borð hafði neitt slíkt í frammi. Allur gangu var á en samt nokkuð algengt að áfengi væri viðhaft og drukknir menn borð á heimleiðinni frá hvort sem var Englandi að Þýskalandi. Þetta viðgengst vegna þess að vera ekki tekið á því. Það allt saman kom löngu síðar og var mikið þarfa verk. Pissfullur.
Mikil hreinsum var þegar áfengi var að mestu útiloka á að baki þar að menn kæmu drukknir borð sem eina tíð þótti hreint sjálfsagt mál. Margi muna þó tíma í Hafnarfjarðarhöfn að höfnin segi ekki fylltist fólki en fjölmargir komu þangað togari lagði á hafið. Máski að drykkja ástand togara áhafnana hafi haft þetta aðdráttarafl á fólki að það streymdi til hafnarinnar til að horfa á togara fara úr höfn. Þá nefnilega máttu eiga vonu uppákomum og að sjá jafnvel syndandi menn í sjónum sem flekt höfðu sér útburðis hvort sem var af bryggju eða skipsfjöl pissfullir. Og var maður í nokkur skipti vitni að þessu þó krakki og unglingur í Hafnarfirði án þess samt að hafa á þessu nokkra skoðun frekar en aðrir gerðu, nema máski lögreglan. Menn sögðu bara, svona þetta og málið afgreitt. Enda þetta algenga skeiði legði togari til hafs hvort sem var frá Reykjavík eða Hafnarfirði og máski öðrum stöðum í þessu landi. Sumi siðir eru öðrum skrýtnari, verður bara að segjast. Þetta vesen á kollunum að henda sér svona í sjóin skipið var að fara, hætti en ekki hitt að menn kemur pissfullur borð við brottför. Það hélt áfram í nokkur ár til viðbótar en dregur þó úr eftir 1970 og í dag með öllu horfið en tók samt nokkurn tíma að afnema með öllu. Þó má segja að minna hafi borið á þessari ölfun mannskapsins eftir komu skuttogarana. Þó einstaka maður héldi sér við þann steðjaður hvoru var hið algenga þó að mannskaparinn var edrú við brottför. Góðan daginn ágætu sjómenn og það heiður fyrir mig að fá að bera ykkur Guðs orð því að Guðs orðið kom til mín og þín og Drottinn hefur dálæti á sjómönnum og hefur alltaf haft því að við sjáum nú sögurnar af honum því að fyrstu mennirnir sem að störfuðu með Drottni Jesú voru fiskimenn og hann kallaði á hvern og eftir öðrum og þessir ágætu menn þeir fylgdu Drottni þar sem eftir var af jarðvistartíma hans og horfðu á hann þegar lífið hans lauk á krossinum og voru auðvitað flemmtri slegnir yfir því að svo voveiflega skyldi hafa farið. Það var vegna þess að þeir ágætir skildu ekki hvað Drottinn var að gera. Skildu ekki að hann með þessu verki sínu gaf manninum, mér og þér, færi á að fara aftur lífsins veg sem lokaðist þegar að syndafalli svokallað varð og Guð Faðir neyddist til þess að vísa þessum tveim einstaklingum sem fyrir voru út fyrir garðinn. En hann var ekki hættur, við þökkum fyrir það, hann var ekki hættur. Heldur hóf þegar að koma með áætlun B sem að í var falin bjargræði fyrir fallin mannin. Því að þegar að ljóst var að hvað hefði skeð við tréð var líka ljóst að maðurinn var fallin í synd. Og hann auðvitað segir það sjálfur, hann sjá ekki eftir neinu og hann hlaut því að gera ráðstafinu til að endur reisa sitt því að hann á mannin. Honum var rænt en það merkir ekki það að sá sem á sé ekki réttmætur eigandi og Drottinn, Faðirinn, skaparinn réttmætur eigandi að mínu og þínu lífi. Og mitt og þitt líf vill hann fá og fær þegar við göngum Kristi á hönd. Og það það sem að við sem stöndum að þessu efni viljum boða
og færa sjómanninum, því hann, alveg eins og hver annar, er bara manneskja, glímir við margs konar þætti, á í erfiðleikum með sjálfan sig oft og þá sem eru honum næstir, hefur áhyggjur af fjölskyldunni á köflum, bara eins og aðrir menn. Og inn í þetta allt saman vill Kristur koma að því að hann gerði allt fullkomið á þessum ágæta krossi, ágætan skyldi kalla, einmitt til þess að ég hefði möguleika á því að gera það sem ég þarf að gera. Ég þarf að komast til Drottins en get ekki gert nema að því að vegurinn opnaðist og ljósið streymdi fram á þessum vegi sem við vitum og kennum og segjum að sé lífsins vegur. Þetta er boðskapurinn og þetta er ástæðan fyrir því að fagnaðarerindið er kallað fagnaðarerindi og er gert með réttu. Því að það er ekkert annað afl í þessari veröld sem hefur burði til þess að fá þig inn á þennan veg, fyrir utan það veit enginn hvar hann er þessi vegur nema Drottinn sjálfur. En hann veit það upp á punkt og prikk og er tilbúin til þess að sýna mér hann, en hann verður fyrst að heyra játun mína að Drottinn sé sá sem hann er. Hann sé upprisinn, hann sé frelsari mannsins, hann sé konungur og hann ráði yfir öllu. Sé þetta í höfn, þá líka er okkur ekkert að vanbúna að þiggja bara allan pakkan frá lifandi Guði. Þess vegna þreytustu ekki á því að boða, þess vegna þreytustu ekki á því að segja fólki frá og við hér á þessum stað erum að blína á sjómenn vegna þess að Ísland er nú einu sinni sjómannaþjóð og er líklega með elstu atvinnugreinum þessa lands, það er sjómennska, þó ekki séu nú lík því sem var til að byrja með, en samt sjómennska og sjómenn færa aflaða landi sem ýmislegt má gera við. Og þessir menn, bara eins og annað fólk, eins og vorum að tala áðan, eiga í alls konar erfiðleikum, hugsa margt, hafa skoðanir á mörgu, gremjast yfir sumu, gleðjast yfir öðru, alveg eins og allir aðri menn. Og að því að þetta eru bara venjulegt fólk, ósköp venjulegt fólk, þarf það eins og allt hitt venjulega fólkið og allt fólk, Krist. Það er hins vegar alveg rétt að menn sjá ekki þennan hvers vegna, skilji ekki margir hvers vegna, en það er auka atriði. Því orðið, það er svo magnað, það vinnur sitt verk, eins og sagt er, og þess vegna ber okkur sem trúum að tala út þetta ágæta orð. Það er bara verkið okkar. Og að því að við erum trúfastir þjónar Drottins, að þá líka bersta í gegnum munnin okkar og til þeirra hópa sem okkur er ætlað að tala til og eins og í þessu tilviki til sjómanna í gegnum þennan ágæta þátt sem hefur verið, er þetta ekki 10. þátturinn sem við gerum, minni það. Og hann er svona allavega alls konar þessi þáttur, en í honum er svona þessi rauði þráður sem bendir á upprisin Jesú Krist. Og það er svona kjarninn, það er þess vegna sem hann heldur áfram að því að þetta er boðskapurinn í honum, kemur fram einhverstaðar í þessum þætti þó hann sé uppbyggður á margan hátt. Þá er þetta alltaf einhverstaðar inn á milli vegna þess að við trúum því að þetta sé gagnið mesta af að vera með þetta. Við þreytustum ekkert á því að tala það og lága okkur hver sem er. En svona er verkslagið, svona eru verkin hjá Drottni og þetta er það sem hann vill að þú vitir og ekkert minna heldur það. Ég veit svo sem ekki hver afstaða manna er borð í þessu skipum og þegar ég var sjálfur til sjós þá var nú ekki mikið verið að ræða trúmál, allavega ekki mín eyru, en þetta voru þarna trúaði menn, ég varst ekkert það, en
maður svo sem vissi ekkert það og þeir voru svo sem ekkert að flíka því með okkur, ekki svo ég muni allavega. Það má kannski deila það hvort það sé rétt eða rangt, en það var allavega ekki mikið það á meðan að ég stóð í þessu sjálfur. En hér ég, orðin trúið manneskja, fyrrverandi sjómaður sem komin í land fyrir marklöngu og að tala til mína gömlu starfsfélaga í Jesú nafni. En við segjum þessu lokið og við skulum vinda okkur í næsta atriði. Gjörðu svo vel. Fraktskipin, grunnur sjálfstæðis Íslands, almenn pæling. Fraktflutninga til og frá landinu partur af íslensku veruleika samt því að vera hluti sjálfstæðis þjóðarinnar. Að stóla á erlend skipafélög sem einu leiðina til að flytja farmað og frá landi býr til óvissu sem í raun óásættanlegt að sé ef menn gera sér ljósakarinn fyrir og hugsa því í lausnum. Eigin fraktskip var lausnin. Fullveldi 1918 í höfn Eimskipafélag Íslands komið og einnig 2 fraktskip á þeirra vegum sem félagið lét sérsmíða fyrir sig útbúið til farþega og vöruflutninga. Eimskipafélag Íslands stofnað 1914 og skipið 2 komið til hafnar í Reykjavík 1915 með mánaða millibili. Í maí og júní 1915 komu þessi skip. Voru þetta gamli Gullfoss og fyrsti Goðafoss? Ljóst að ýmsir setja stefnun á fullt sjálfstæð Ísland og gera sér grein fyrir hvað sjálfstæð þjóð þurfi. Merkilegt. Góður skipakostur eitt af þessu sem sjálfstæð þjóð þarf. Ásamt auðvitað ýmsu öðru sem rennir stóðum undir það. Sjálfstæðið. Til að undirbyggja verk sjálfstæðisins og sjá til þess að það virki rétt mikilvægt að hafa alla grunnstóðir í lagi. Og hverjar eru burðarstóðir þjóða eins og Íslands eftir sjálfstæði sitt? Þær eru nokkrar og tengjast grunn- og framhaldsskólum, góðum háskóla, menntun sjómanna, stýrimannaskólinn, góðri heilsugæslu, færum og trúverðugum læknum sem starfa hjá heilsugæslu, raforku og annarri orku sem örugglega margir eru farnir að renna hýrauga til árið 1900. Burðar starfsemi á sviði landbúnaðar, verslunar, fiskvinnslu og fiskveiða að fátt eitt sé nefnd. Þjóð sem ekkert framleiðir hefur heldur ekki til að selja né bera fram nema loftið og hver kaupi loft. Á þessum árum var ferðamátin annarri síðan varð og allar langferðir með vöru og varning miðaðar við skipaferðir. Skip eru því framalega í myndinni fyrir sjálfstæði þjóðar sem býr við sjó allan hringinn. Til að koma vöru og framleiðslu á erlenda sölumarkaði voru skip leiðin. Flugi og aðrir valkostir til flutninga hvort sem farþega eða vöru koma talsvert síðar. Í upphafi 20. aldar þjóna áætlanaferðir skipa þessari þörf í landinu og lengst af erlend skip en breyttist með heimsiglingu þessara 2 fossa 1915 sem áður getið Allt partur af grunni sjálfstæðisins sem á þessu tíma þó ekki orðið að veruleika en allt stefnir í. Rökin hér eru leyfi það sem þurfti til stofnunar skipafélagsins sem Danakonungur varð að undirrita. Nafnið hans á skjalinu gaf þessari hugsun vængi. Í sögulegu tilliti sést þetta betur en óvíst að allir á tíma gerningsins hafi sett samasammerki við stofnun skipafélagsins og þessi við upplifðum 17. júní 1944. Hefði ekki komið til undirritunar konungsins danska væri menn með bundnar hendur á þessu leyti. Frá fyrsta starfsegi sínum Eimskipafélag Íslands íslenskt skipafélag. Skipafélag stofnað. 1914 eins og fyrir greinir Eimskipafélag Íslands formlega stofnað. Nokkrum árum fyrr, 1907,
Er komið til landsins sérbyggðu togar í eigu Íslendinga sem mörg okkar vitum að Jón forseti R. 208 sem eitt ár tók að smíða og var eign útgerðarfélagsins Allianse. Saga á endalok Jón forseti R. 208 að skipið strandaði við Stafnes í vonsku veðri í febrúar 1928 og fórust með honum 15 menn, 10 var bjargað. Slysið breytti mörgu og hreyfði við Slysavarnafélag Íslands að stofna sér deildir dreifðar landið sem hægt væri að kalla út án mikils fyrirvara. Fyrsta deildin Sigurvon í Sandgerði. Næsta sem kom Þorbjörn í Grindavík og þær urðu fleiri. 1948 kom til lands nýsköpunartogari með sama nafni og sömu einkennistæfi og eldri Jón forseti bar. Sá Jón forseti var talsvert stærri hinum og 675 tonn. Sami eigandi að þessu skipi og hinu og með aðsetur í Reykjavík. Bjartsýnir menn. Það vilja stofnsetja skipafélag sem dýr framkvæmd og áhættusöm af þjóð að ráðast í sem ekki státar af miklum auði djarft skref sem saga segir að stóðst eldurunina og að vel hafi verið vandað til verka þegar í byrjun. Einnig geta menn vel orðið sammála gagnsemi verksins þá sjálfsagt hafi verið heilmargar skoðanir hana á þessum tíma sem var bæði með og á móti. Alls konar góð verk voru unnin til að undirbyggja sjálfstæði Íslendinga sem öldum saman voru ósjálfstæðir og lutu yfirráðum erlendra þjóðar. Íslensk þjóð var á þessum tíma smá fornleg með lítið og ekkert framtak í sér með alls konar atriði sem hana vantaði og lærði að nýta allt nýtilegt fyrir sig sjálfa. Spotti á vegi voru sín verðmæti og glabræði að beygja sig eftir honum og stinga í vasan. Allan eld að sjá skortir í þjóðina en byrjar að kvikna með hetjum að borðu Jón Sigurðsson og hinum sem tóku upp þráðun eftir hans daga. Árangurinn af verkum þessara manna kom í ljós 17. júní 1944 og við komum með ríkisstjórn til okkar sem á þeim tíma þjóðun leita á sem sína menn en þyntist út og svo komi í dag að vera sömu taldir óvinir þjóðarinnar númer 1, liggur manni við að segja. Sorglegasta dæmi framdagsleysi fólks liggur vill í allir hafnleysunni sem viðgekkst hér svo lengi við strendur þessa lands þó frá ströndunum væri daglega róið ef veður heimilaði. Merkileg og óskiljanlega sagan hafnleysuna. Árið 1900 voru þó víða komni bryggjustubbar og þeir sem til voru einkaeign en gagnsemin augljós. Allt samt í skötulíki eins og vill gerast komi ríki ekki myndarlega svona málum. Einkaaðili hættir viðhaldi, hætti hann rekstri við sjóin og bryggjan smá saman grotnar. Að dæmi sér tekið rættum en hafna framkvæmdir og mikilvægi góðra hafnar í Reykjavík í 54 ár áður en nokkuð gerðist. Árið 1913 hófust loks framkvæmdir með líklega gerð eldri varnargarðsins í Reykjavík og hann sem stendur sömu megin sem tónlistarhúsi Harpa stendur við. Hugsið ykkur sleifarlagið að láta viðgangast að vera með mikilvæga höfn og það í höfuðborg landsins, hugsið það, óvarða þó öllum væri ljós skaði sem gat hlotist af fyrir báta og skip sem þar lágu í ofviðrum. Í rúma hálfa öld sáu menn gagnsema varnargarði og ræddu verkefnið en aðhafðust ekki nokkuð skapað hlut fyrir eftir allan þennan tíma. Hvað skildu skipin hafa verið mörg sem eyðilögðust fram að þeim tíma sem varnargarðurinn fullgerður. Opinbera framkvæmdir eru fyrirferða litlar en taka þó við sér ef og vex fiskur hrygg þetta leyti. Ávöxtu verkana blasa hvarvetna við í dag. Hugsið ykkur nöldrið og pælingarnir allan kostnaðan af verkinu. Hver sér hann núna? Það hefur nefnilega ekkert breyst. Áttuðum afstöðum manna samtímans.
Nýi Gullfoss, fyrsti Goðafoss og Gullfoss. Gamli Gullfoss þjónaði landanum fram til komu nýja Gullfoss 1950 sem sagt var að færa á milli Íslands og útlanda á þriðjungi skemmri tíma en flest önnur íslensk skip fái gert. Nýi Gullfoss var seldur og sigldi frá landinu hinsta sinn 1972. Hér eru menn farnir að fást við hraðan og líta á hans sem kost sem veiti skipunum og útgerðunum harða samkeppni og keppi raunverulega við útgerðirnar. Þær að sjálfsögðu töpuðu viðregninni hvað fólksflutningana varðar af augljósum ástæðum. Farþegaskip halda samt vellin starfa í dag og öðrum forstöndum var og bjóða kúnnum sínur glæstar skemmtireysur með öllum þægindum sem hægt að hugsa sér. Núna fer fólk með skemmtiferðaskipum einvörðingu til að njóta og að láta stjana smá við sig en ekki eins og var að koma sér á milli staða. Það er ekki lengur. Sagan af fyrsta Goðafossi er að gæfan hætti að fylgja honum og mætti ógæfan honum ári síðar, 1916, því þá strandaði hann við Straumnes við Ísafjörð og eyðilagðist. Þegar Eimskipafélag Íslands er stofnað er það af engu öðru en stórhugnum einum hjá mönnum sem eiga sjálfstæði þjóða sinna og vilja leggja sitt að mörkum til að greiða þá götu og leið að undirbúa þjóðina betur undir það sem sé að koma. Sjálfstæðinu fylgir alls konar verk sem þarf að vera með klára og sinna. Aðdragandi sjálfstæðisins er langur og maski upp undir eina öld. Það kom ekki hlaupandi til hennar. Ljóst er að frumkvöðlar skilja hvað fælist í sjálfstæðinum. Þeir gerir sér á grein fyrir að ákveðinni þættir yrðu að leggja til grundvallar til að það virki og væri gerlegt til lengri tíma litið. Með sjálfstæðinu sér þjóðin sjálfum alla þætti heima fyrir sem skiptir fólk hvað mestu máli og rekur fyrir eigið fé. Frumkvöðlarnir skilja mikilvægi góðra samskipta við útlönd. Eimskipafélag Ísland kom inn í þá hugsun manna. Samt er ekki nóg að kynslóðin sem sá verki gerast eigi til eld. Hún var vitni að bæði stofnun Eimskipafélags Íslands og komi hinna miklu skipa Gullfoss og Goðafoss til heimhafna sinna í Reykjavík með fáeina vikna millibili. Þetta fólk sá og útgerðina á Íslandi taka vaxtarskip og sérsmíða togara sigla undir íslensku flaggi og störfin vaksa bæði til sjós og lands vegna komu þeirra og afkasta. Og einnig hrunadans ensku togara útgerðar sem hér voru í allavega Hafnarfirði rétt eftir aldamóti 1900 og óks að sjá fiskur hrygg en hélt ekki út til lengri tíma og olli nokkru atvinnuleysi með burtur sinni aftur til hól. Eitt af bresku fyrirtækjunum sem hér komu sér fyrir er Helleris Brothers LTD sem gerði út 6 togara í Hafnarfirði í nokkur ár en hvarf til heimahagana er hallatók undan fæti. Halaveðrið og mann og skipatjóni sem afhlaust til að sumir hafi rekið endanhútin á það starfsemi. Átti Helleris enda eitt af skipunum sem fórst með allir áhöfn. Á grunnþáttum sínum þarf þjóðin að sjálfa bera alla ábyrgð á. Það sem meira má segja Helleris Brothers LTD er að það er stofnað í Hull í Englandi 1987 en fært 1961 inn í annað útgerðarfélag að nafni Assetias Fisheries. Helleris Brothers hætti öllum viðskiptum árið 1965 og var leyst upp 1972. Associated Fisheries er að sjá enn starfrækt. Allsnægta samfélagið. Tímar allsnægta er á sinnhátt varasamur tími og með burður til að láta elda minnka. Allsnægtir eru góðar upp að ákveðnum marki en missa máttinn sé ekki rétt að hlúð og breyst í sofandi ástand. Margt bendir til að slíkt sé nú uppi og nöldri teki við. Hér kemur til kasta valdhafa, kirkju og góðra manna og kvenna að hvetja. Segja má forsendum voru til hrós að þeir hafi haga ræðisinu til þjóðarinnar með þeim hætti að blása eldi vonar í brjóst hennar. Vonir sem lifði með fólkinu hélt sjálfstæðisbaráttunni heitri og gangandi. Vonir sagði við fólk, víst er þetta hægt. Og það gekk lengra og lagði á ráðin stofnun skipafélags og alls konar aðra framkvæmdir sem þjóðina vantaði. Til að mynda holótta vegi sem jukust í regni en tengdu byggði saman. Fraktflutningar enn og sjálfstæðið.
Á þessum tíma var stofnun skipafélags í eigu Íslendinga talið sjálfstæðinu brýn. Því ætlað hlutverkið að annast alla flutninga bæði utanlands frá og til hinna dreifðu byggða. Gamli Gullfoss og Goðafoss sinntu þessu og breyttu mörgu fyrir marga. Margt í undirbúningnum miðaðist við að gera þjóðina tilbúna. Með sjálfstæðið í höndunum taka menn ákvarðanir á eigin grundvelli. Eftir komu Eimskipafélags Íslands og starfsemin þar hefst var þörfin fyrir erlend skip minni. Stofnun Eimskipafélags Íslands skýr vísbending inn í sýn framtíðarinnar. Ákvörðunin rökrétt. Segir sér sjálft að lítið í fámennt land, að ekki sé talað sem að rísa úr öskunu og til álna, á í erfiðleikum með að senda frá sér risavaxna farma eins og í tilviki milljón og þjóða. Lítil eining fyrir suma lítt spennandi viðfang. Hver íbúatala Íslendinga árið 1900 ekki gott að segja, en árið 1918 tala 91.368 manneskjur og framleiðslu geta öll ennþá í skötu líki. Þá töldust Íslendingar enn með fátækustu þjóðum Evrópu en eru í dag með þeim ríkara í álfunum, vegna sjálfstæðisins og ákvarðana til að mynda inn á hina háu alþingi. Þið vitið, þar sem allir óvinni þjóðarinnar eru að mati sumra en bara nöldur. Á skipaferði erlendu skipana var lítt treystandi og stóðust áætlanir illa. Reyndar var allur gangur á þessu sérstaka atriði og til sagnir af erlendu skipafélögum sem hefðu uppi áætlanaferðir kringum landi sem sinntu verki sínu vel en hættu vegna ónógra flutninga og farþega. Jafnvel þó hugur væri til að vera áfram. Vandinn sem við að eiga í smáum samfélögum og dreifðri byggð þessi óhagkvæmni sem aflýst og hversu dýr svona þjónusta sé. Mikilvægi inngripa ríkisvaldsins með fjármagni sem styður reksturinn skiptir öllu máli eigi þjónustan áfram að vera innt af hendi. Eimskipafélag Íslands. Ljúkum samantektinni á áhugaverðir frétt. Í dag heitir þetta félag Eimskipafélagið. Þar margt skemmtilegt að gerast. Í Kína verið að byggja 2 ný skip fyrir Eimskip sem áætlanir gera ráð fyrir að verði tekin í notkun á seinni hluta ársins 2019. Skipin eru gámaskip og nokkur stærri þeim skipum sem félagið hingað til hefur notast við. Skipin hafa hlotið nöfnin Brúafoss og Dettifoss og eru 26.000 tonna stærð og geta borið 2150 gámaeiningar, öndverti stærstu skip Eimskip sem það rekur núna. Þau bera talsvert minna og 1457 gámaeininga. Við sjáum hér talsverðan stærðan mun. Vegna nýju skipana voru ráðist í það verkefni að endurnýja Jakan, gámakrana félagsins sem verið hefur í notkun og athafnasvæði Eimskipa frá árinu 1984. Þessi krani var bylting hvað alla afkasta getur varðar og máski svipuð bylting og kranin Hegri, kolakranin sem var á gömlu höfninni til ársins 1968 og fjarlægur þá þótti. Nafni Jakin komin að nafni Guðmundar J. Guðmundssonar formanns verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar í áratugi sem af sumum var kallað Guðmundur Jaki eða Gvendur Jaki. Kranin framleiddur á Írlandi og í verksmiðju staðsettur í Líper í Killerney. Kranin var ósamsettur en hann kom til landsins og verður á næstu vikum, athugið 2. maí 2010, settur upp á hafnarbakka utan Klepps og þar á nýjum kranasporum. Vonir standa til að kranin verði að fullu komin í gagnið 1. júlí í sumar. Nýji kranin gengur eftir 370 metrar löngu sportheinum.
Eins og alla kröfur eru í dag er þessi krani líka umhverfisvænn. Enda knúinn rafmagni eins og gamli jakinn reyndar var. Gamli jaki náði út allt til 10. gámaraðar en nýji kraninn til 15. gámaraðar. Kraninn er á hraðvirkari eldri jakanum með getu til að lyfta 40 gámum á klukkustund. Sagt er að nýja krananum verði gefið nafn hann sé tilbúin til notkunar. Nafni jaki er talið við hæfi þegar svo afkastamikið apparats er að ræða. Skipið sem flutti gripinn yfir hafið og til Reykjavíkur heitir H.C. Eva Maria. Skipið sigldi inn Viðeyjarsund í hádeginu 1. maí 2019. Gaman væri, hirði Eimskipafélagið til uppruna síns og hefði einvörðungu íslenskar áhafnir á nýju skipunum og helst öllum sínum skipum og að þau sigli undir íslensku fána eins og var til að byrja með og var reyndin í áratugi. Svona tal er víst fyrir daufumeyrum í dag, en samt til hamingju Eimskip með kranan og 2 ný skip. Útlendingar hefja veiðar við landið, almennt. Í byrjun 15. aldar eru útlendir menn komnir hingað yfir hafið til að veiða fiskinn hér við land. Í sjálfu sér er ekkert það mál að segja og svona gerist. Erfitt er að sporna við slíku hafandi enga landhelgi né lög sem kveða á framkvæmda landhelgi og hvernig skulu við brugðist brjótum en hana. Og máski var hugsunin landhelgi ekki til í orðaforða manna á 15. öld. Landhelgi landa er ekki bara vernd, heldur hefur hún utan sig lagaramma, hvernig eigi að virka og menn að umgangast hana. Eftir landhelgi tilheyrir hún ríki og öll ríki lúta lögum sem menn fara eftir. Lagarammi er sitt vald. Einskismanns haf hefur engin lög og er sett ófremdar ástand sem gengur ekki. Ríkin hafa brugðist við með samkomulagi fiskistofna, flökkustofna sem ganga inn í landhelgi ríkja. Eins og saumrar fiskistofna er siður. Í dag lítur mest allur fiskur í sjónum stjórn manna. Skoðaði ljósi sögunar að þá hefst dansinn og leið hrunadansinn kringu fiskistofnana er útgerðir hefja að senda báta sína langa leiðir til að sækja afla og sigla með heim. Sögu þessa hér við land má rekja til upphafs 15. aldar og eftir lengra aftur. Ein ástæða liggur til grundvallar slíku. Minnkandi afli og heimaslóð sem útgerðin bregst við og er skýrt merki hnignandi fiskistofna af ágangi fiskiskipana. Hrunadansinn hófst ekki í gær, heldur á sér samkvæmt þessum upplýsingum aldagamla sögu við Ísland. Samt var sóknin og miðin þeim ekki skeinu hætt. Eitt er samt örugt, minni veiði á gömlu slóðinni rekur bátana af stað og menn átta sig á hvað sé að gerast. Fyrsta alvöru merkið að betra væri að hægja ferðinögn komið hnignum hvalastofnana og svo komið að undantekning var sæju menn hvalblástur orði og miðunum. Tíma lýstu suma borgir Evrópu götu sínar upp með hvallýsi og bara það atriði kallaði á veiðar og miklar veiðar. Seinna voru sömu götur raflýstar sem á feldi verðið á hvallýsi. Allt sem við vitum í dag og áður en hugsunin verndu nýtastofnana kom til kostaði okkur sitt, harkalegt en staðreynd. Ekkert nema fiskleysi fær rekið útgerðir út í að drífa báta sína til fjarlægra landa til að fiska. Strax á 15. öld standa menn frammi fyrir slíkum valkosti eða leggja bátum sínum. Nektin kennir nakinni konu að spinna og á við margt sem gerist í lífinu. Í dag hefði svona verið kallað ofveiði. Óhagsýni kippir löppanum undan alls konar hagsýni og opna leið fyrir hitt með oft slæmum afleiðingum. Hvaðan þessi menn voru í byrjun 15. aldar kemur ekki fram, þó
þó giska megi á Evrópu búa. Franskir sjómenn veiddu hér við land frá árinu 1830 og stóðu þar fram að fyrri heimsstyrjöld 1914 en hófust að séðverður ekki aftur eftir styrjöldina. Þegar Frakkana ber á góma fer ekki hjá því að Fáskrúðsfjörður komi upp í hugan. Þar byggðu þeir upp nokkra aðstöðu og reistu spítala fyrir sitt fólk sem í tímanu lá við fúans og eyðileggingarinnar dyr en var endurbyggður frá grunni og settur í uppalögu mynd og tekin í notkun, ekki þó sem spítali. Frakkar voru með aðstöðu fyrir sitt fólk víða land og gerðu vel við það í landi. Stofninum hætt. Flestir eru sammála að fiskistofnin hafi stafað frekar lítil hætta af þessum veiðum, erlendum mannana, sem brúkuðu handfæri og drúgu fisk á handaflinu einu saman. Einni handfærarólan breytir ásjónu sinni með sjálfurregninni sem komin í hana. Hvað stofnar þola fer auðvitað eftir styrk þeirra og stærð. Öllu þessu stemt í voða eftir velaðingu allra veiða. Þó gaman sé að vera í mógveiði hinu samt ekki að leyna að hún fær óhindruð dregið á eftir sér leiðinda dilk. Með henni, langvinnri mógveiði, átti það, brestur kerfið og tekur stakkarskiptum en þó ekki fyrr heldur en erfiðara verður vika að finna og fanga fiskin. Og það rekur menn til að upphugsa ýmislegt sem engum kom til hugar á meðan allt léki lindi. Velgengni, sem góð, kemur á völdum vélvæðingar. En einni hún fær biti frá sér. Rétti frá sagt tali menn vélvæðingu botnvarpan nefnd. Til að byrja með samt var hún dregin áfram af seglskipi. Afkasta geta togarana. Botnvarpa og sérbuðu togara sem gekk fyrir vélarafli breytti öllu. Hún, samt ekki ein en með tímanum, bjó til kvótakerfi og þingaði valdhafa landana til að koma sér upp landhelgi. Fyrst og fremst til að vernda höfin og fiskimiðin. Með togurunum verða til alvöru afköst sem menn hoppa hæðsina yfir að kátinu. Einnig þau afköst slógu frá sér. Veiðar útlendinga. Líkt og framkom í upphafi samantektarinnar hafa útlendingar veitt hér í aldir en eru reistar skorður með landhelginni eftir að hún kom. En það var ekki fyrir á 20. öld og breski tógarfarnir sjást við landið móka af fiskinum. Það voru breski tógara sem fyrstir veiddu hér með trolli. Í Norðursjó var á 19. öld byrjað með svoköllu bónutroll, segi hér, álíklega að vera bómutroll. Eins og áður kemur fram voru notuð seglskip til að draga fyrstu trollin. Þetta þótti gefast vel en var samt einn hangur á, augljós auðvitað. Skipið þurftu vind í seglin til að eitthvað gerðist. Vantaði hann að þá gerðist ekkert. Fiskur gat verið undir en ekkert gagn af honum þar fyrir fólkið ef enginn var krafturinn. Troll hannað til að dragast eftir botni að krafti sem skip hefur. Vélknúin skip voru því talið langt hentugri til verksins en segl. Gengu menn þá til þess verks að byggja vélknúna togara og aflinu auðvitað margfaldaðist. Norðursjórinn liggur á mörgum löndum og stutt fyrir þær að fara á fengsal fiskimið. Eftir að veiðarnar hefjast og krafturinn í þeim eykst fyrir að bera og afla bresti. Þá skeði það að erlendir togar að fara að sækja á Íslands mið, en þeir sjálfu byrjuðu veiðar á öðrum stað. Afli bresku togarana var ævintir líkast. Í fyrstu hirtu skipin einvörðungu flatfisk og síðan ýsu og flatfisk. Margir breski sjómenn sem voru með í upphafi veiddu fyrst í Faxaflóa og færði sig svo undir Látrabjarg. Sumir af þessum ágætum mönnum létu hafa eftir sér við landan í samtali síðar að hafa aldrei þurft að slá í blökkina, eins og segir, hér átt við að taka í blökkina sem gert var tók hófst, að slá úr blökkinni, gilti það verk átti að fara að hífa. Þetta segir manni að manngreiði sem skrifar greinina hafi ekki þekkt orðin sem viðgengust borð í togara og að hann sjálfur hafi starfað á bátunum.
Sumir íslenski sjómenn unnu aldrei borð í togara, en áfram með smjörið. Þessi menn, Bretarnir, sögðum veiðarnar í byrjun að aldrei hafi verið toga lengur enn í 4 til 5 mínútur og væri varpan þó orðin full af kola. Oft voru þessi fyrstu bresku togarar ekki nema 36 klukkutíma að fylla lestarnar hjá sér upp í lúgur af flatfiski. Við sjáum afköstin og breytinguna. Annar bresku skipstjóri sem hingað kom á skipi sínu 1903 sagði að fyrstu 4 árin hér við land hafi hann aldrei verið nóttina út á sjó, heldur fiskað á daginn og að dagsverki loknu leita skjóls á nóttunni við land og gert að aflanum í skjóli af því. Aflabröðunum sem hér er lýst áttu sér stað að líkla öllu leyti utan landhelginnar sem á þessum tíma tegi sig út að 3 sjómílum frá árinu 1901. Sennilegt er að mókveiðin sem Bretarnir eru þarna upp í landsteinum hafi þrýst á stjórnvöldum aðgerðir og fyrsta landhelgin orðið til. Togarinn Royalist frá Hull. Mikið var að bresku skipstjórarnir tóðu hvast þeir sjálfur vildu í upphafi veiða þeirra hér við land og þeir sæjust innan fjarðar í hinum og þessum fjörðum, til að mynda Dýrafirði. Og þóttu oft sína af sér yfirgang eins og gerðist í tíð Hannesar Hafstein, skipaði sýslumaður á Ísafirði 1895, hann hugðist taka breska togarann. Fekk að menn til að róa með sig út í skipið á landhelgisbátnum Ingjaldi og freista þess að taka það. Þetta skeiði 1899 og enn ekki búið að færa landhelgi Íslands formlega út í 3 sjómílur. Mennirnir voru allir tregir til verksins en létu til leiðast. Bát Hannesar bar að stóðu linningu togarans skipverjar með barefli höndum sem létu ófriðlega. Bátsverjar gripu manna togurinn og héldu bátnum kyrrum. Var þá skyndilega togverðnum slaka að því séðverður að yfirlögðu ráði og lenti vírin yfir bátnum á koldi og höfnuðu allir bátsverjar í sjónum. Allir nema Hannes voru ósyndir en sökum þungra flíka sem hann var klæddur í gat hann ekki aðstóðað mennina. Drukknuðu 3 mannana og komist hinir naumlega undan. Einn af þeim sem fórst grep ár til að fleyta sér á í land en tókst verkið ekki. Sáu menni í landi hvað hafði skeð og brugðust við og sjósettu bát og reru lífróður á staðinn. Eitthvað virtist hafa bráða skipurum því þeir fleygðu köðlum til mannana og drógu borð. Hannes sýslumann sem þá var mjög þrekaður og lá sem dauður væri á dekkinu en hinir sem bjargað var öllu hressari. Togarinn hætti veiðum þarna í Dýrafirði. Nokkra daga tók Hannes að jafna sig eftir volkið. Við sem standum að sjómannaþættinum við þökkum fyrir okkur og byggjum blessaðan algóðan Guð að vera með okkur í störfum og verkum og fjölskyldum ykkar í landi og afli verði góður og þið gjöful okkar ágætu þjóð. Verið sæl.